Náttúrulega ég held áfram að fara yfir teikniblöðin. Við viljum að fara yfir blöð 27. Við fórum síðast yfir þetta hérna að setja inn ljósmyndir og skrifa texta inn og við uppfærum aðeins textan hérna með það sem á teikniblöðinu. Við byggum til ásýndir hérna af öllum fataskápurum í einu lagi og grunnmynd hér og lykilmynd hérna og merktum hérna teikninguna. Munið það að setja ykkar nafn hérna inn og dagsetningu hérna niður. Við setjum líka svona texta hérna yfir mælikvarðan. Munið setja ykkar logo inn. Sýndi það í síðasta myndbandi líka. Það getur farið hérna, sýsmilta á þetta og Edit Family. Ég ætla að renna hratt yfir sögu. Það hérna inn á inninu hjá okkur eru fyrirmyndirnir. Við erum búin að uppfæra þetta blað aðeins. Ég ætla að renna hratt yfir sögu hérna hvernig ég gerir blað hérna 2, blað 3, blað 4, blað 5. Þetta smá villis í textanum. Við segjum aðvöðs að sérhluta á blaðsíðu 6 og skoðum á blaðsíðu 6 og þá varum við þessu myndum. Þannig við þurfum að hafa þetta hérna þá síðasta blaði sem þá blaðsíðu 7 hérna. Hérna eru sérhluta teikningarnar. Við ætlum að byrja á þessum hérna teikningum, þar sem búið til grunnmyndina og útlit hjónaherbergi. Við förum byrjum bara á því að fara hérna í grunnmyndin okkar, svona. Við myndum þá að byrja á því að hægri hérna á og segja Duplicate View, Duplicate Detailing og þá fáum við mynd hérna. Þetta var 1:20. Við hægri smellum, gefum sér nafni 73. 04, 1, grunnmynd 02. Ok, við kekjum hérna á crop view, það kveikt á því og við ætlum að skvísa þetta niður í þannig að við sjáum við erum með ramma hérna utan hjónaherbergið. Svona. Við séð hérna skápana hér, við skulum mæta þetta merki, hurðarmerkið. Við getum ítt á tab-taka, þá getum við skrolla svona hringi. Þangað til merkið ljómað. Þá getum við satt hérna Edit View. Þetta í lagi hérna. Það var búið að málsetja þetta. Smellum þeim á. Hérna, Individual og Wall Faces. Þá getum við málsett herbergið eins og á fyrirmyndinni. Þannig að tökum málsetningu hérna. Við rennum með skápinn eitthvað. Það er litið og lítill. Smellum þetta hér, svona, og smellum svo bara fyrir utan, svo ljóka þessu. Og svo ætla ég að taka hérna og hingað og sýni hérna bryddin á skápanum. Bil hérna upp. Svona einhvern veginn. Ef við lendum í vandræðum með málsetninguna þá getum við alltaf ljóma hana og farið hérna í Edit Witness Line og breytt eða bætt við
smellir svo bara einu sinni fyrir utan þess að ljúka þessu. Hérna erum við með sýni fram hérna deili eða sérsteiningar. Þá förum við hérna í View, Callout, það er eitt tangólfur hérna og segjum svona milli og ljómum hringinn, þetta er þarna leiðilegur stað hjá mér. Úps. Þannig blár hringur, getum dregið hann svona þess að við hafa þetta einhvern veginn svona bara. Þessi hérna er með típu hérna, hann er ekki með section, hann er með deilið þannig. Hann kemur þetta fyrir eins og þetta er á fyrirmyndinni. Og svona einhvern veginn. Og svo er eitt snið hérna yfir. Deilisnið. Hann kemur hérna þar yfir. Svona. Og svo getur við slökkt á þessu hérna niðri. Kemur þetta hringur. Getur við smellt á hann til þess að breyta. Erum þetta hérna, Apps. Þetta er View. Þá ætti þessi hérna að vera nokkuð klár. Það er þetta nær hérna svo að við höfum pláss fyrir hringinn hérna. Svona hérna. Svona. Og hættum hérna. Smetla eini, hvað er þetta? Þá er þessi komið inn. Og svo taka fyrir útlitið, eins og þetta útlitsteikninguna. Við erum búin að búa til eitt títil hérna, opnum hérna, hérna section. Svona. Þetta er útlit herbergi B. Við vorum búin að breyta típunni á alveg rétt. Það kemur hérna undir Detail Level, hérna. Detail Views, deili. Og við skulum bara taka þetta hérna, View. Og duplicata það. Og gefa þessu heiti. Hérna, við ferum hérna í og já, það lendir fyrir utan skjáin hérna, það kemur hérna Rename. Ja. Og þetta á að heita 73.04.02 C útlit hvað er Jóna herbyggi 01. Ok. Og þá getum við tekið, breytum við skalanum þessu, þetta var 1/20 og við tökum hérna crop viewið sem er hérna og skera það utanum þannig að við sjáum eingöngu Jónaherbergið. Konið svona. Taka hana hérna og ærismella á hann og segja þetta hide in view. Þessi hérna má líka hverfa, ekki hverfa heldur sem tætast. Svona A-punkturinn hérna og hann færið þetta neðar þannig að þetta sjáast nú. Og það er ekkert meira sem við ætlum að gera hérna. Við ætlum næst að búa til duplicata þessa yfirlitsmynd. Hægri smellum duplicate view, detailing og hægri smellum aftur og hittum að rename. Og
þessi á að heita 98.01.02. Ok, og hún í sama skala og alles. Það eina sem við ætlum að gera hérna, við ætlum að bæta við Revision Cloud, eða svona ský. Við förum hérna í Annotate, hérna Revision Cloud, smellum á það og við ætlum að teikna hérna utan yfir herbergi, svona. Við getum dillt þetta með því að grípa í skýið, getum breytt þetta aðeins. Ég vil hafa þetta eitthvað nettara uppsett. Þetta gefur okkur svona betri yfirsýn yfir það hvar þessi hlutateikning okkar þegar við setjum þetta upp á teikniblaðið. Við förum úp og snöggast teikniblað 2. Við förum hérna í Product Browser, hérna í Sheet og við þurfum að gera bara ný shoot og við notum blaðið okkar A2 í H. Við gefum svo nafn hérna, hægri smellum, rename. Þetta blaðnúmer sem sagt 123 hérna, þetta númer blaðnúmer 2 og gefum svo nafn 73.04.01. Ok, það gefum það hérna. Svo ætlum við hérna að gefa þessu undirheiti. Hjóna herbergi og grunnmynd og útlit. Þið setjum alltaf nafnið ykkar hér. Svona. Og setjum alltaf dagsetninguna ekki. Þá getum við fara að draga þetta bara inn á. Ykkur byrjaði að ná hérna 98.01. Það hérna yfirlitsmyndin sem kemur hér. Kannum bara leyfa þess að halda sér. Við ætlum að ná í 73.04.02 sem útlitsmyndin hérna. Drögum við hérna ná. Þetta var hérna. Við getum dregið til þetta svona, smellir svo á myndina. Þá getum við náði línuna hérna. Þetta svona. Og svo ætlum við að ná í 73.04.01 myndina hérna. Þetta nú við. Allt sem 2 hérna. Smellum þessa. Það eitthvað kollat hérna. Við ætlum ekki að nota þessa. Við ætlum að nota þessa hérna. Ok. Ég fer hérna á blaðið aftur. Nei, hérna það fyrir ekki. Þetta þess hérna. Get líka að nota örvaþakkana þegar þetta ljóma, þess að þreifa þetta svona fram og tilbaka. Ég þarf að færa þessa hérna eins nær. Ég get fært hana hérna, ég fer hérna í Activate View og færi til löðruna. Það ég með 2 hérna. Ok, ég bara hægri smella þetta og hæta þetta. Kemur alveg grunnmynd, það það sem við viljum hafa. Þannig. Hægri smella eitt í aktív. Hérna fer hérna í þennan til hliða með músinni, ég er að koma hérna inn á, þetta er alltaf.
aktivita viewið og smetla þetta hérna á dreg hérna tilvísunarmerki okkar aðeins inn á og ég ætla líka að smetla á þetta hérna svona þeir eru með tvær líka á sama hátt hérna og smetla svona yfir og segjum hide in view það er mellið deactive og gríp hérna í merkið, færa það hérna og var þannig ætlar að hafa þetta allt í línu núna smetla hérna tekníkuna þá getur gríp í bláa punktinn og færa þetta aðeins innar og activate view aftur hérna og svo færa þessa hérna línu aðeins ofar saman hérna færa þessa svona, þá átti þetta að vera komið þá er blað 2 komið þá að taka fyrir blað 3 aðeins að minna samt á það áður að númerin í tilvísunarmerkjunum hérna þau koma sjálfkrafa inn þegar ég dreg þetta inn á teikniblaði eftir þetta er svona svolítið smá smart function í þessu teikniblað 3 þá get ég nýtt mér þessa grunn mitt hérna sem við byggum til áðan í hægri smelli segi hérna duplicate view detailing hægri smelli aftur og segi hérna rename þetta er grunnmynd 3 og hún er númer 73 04 03 ok smelli svo hérna crop viewið og færi til hérna til þess að eitthvað hingað og sýni hérna allt herbergið númer 2 við vantar hérna rúmmerkinguna, ég var búinn að hæta hann áðan þannig að ég ekki smelti þetta núna og rífa hlutið þenni mynd nei, við erum við overstated sáðan við sýnum þetta það er alltaf á, við förum þá bara hérna í annotated og hérna er rúmtak hérna. Og ég get einfallega smelt bara hérna þá inn í svona og svo að skilja ég ætlaði hérna að hæta þetta hérna hide in view elements hæta þetta hérna líka við merkingunum sem kemur hérna og þessa aukalega merkingu hér svona þess þar ætla ég að breyta í deili að svínd þetta hérna og ég ætla að bæta við smá málsetningum eða þess að eyða þessum út hérna og bæta við nýjum hérna inni gefa okkur breiddina á skápanum og fjarlægja hérna að hurðinni annað sem sé hérna, einhvern veginn vegna þá vantar hurðinni hjá mér, ég veit ekki hvort það sé hjá ykkur þetta er svona hurð ljómanna, hægri smelli create similar og ég smelli þau bara hérna í svona það er þetta, hún er svo breið hérna það sé ekki stilt hérna þá í properties card dýptina í 100 mm þannig að það mjókkar karmerinn hvað vil ég meira? Jú, það á að vera
hérna, einhvern veginn er 598 af mér. Það er bara allt í lagi. Nú er búið að smetla breyttar líka hér og einnig leyndar hérna á heildinni. Svona hérna. Átti þessi að vera komin, þannig að ég sé hérna að við getum fært bóluna hérna niður. Svona. Og eins og ég sagði áðan þá komu merkingarnar inn í tíðislega merking þegar við erum búin að draga inn þetta inn á teikniblöðin. Nú sé ég hægði þetta og það sé klár. Við ætlum síðan að notfæra okkur þessa hérna í hægri smelli og go to view. Að sjá. Þetta er 79.04.03. Við ætlum að fá þetta sem annað heiti hérna. Ég duplicate view hérna. Detailing. Þannig. Ég vil fá þetta hérna í 1/20 og við ætlum að renama þetta hérna og þetta á að heita útlit herbergi handrykk nr. 1 og númerið á þessu er 73.0404 útlit herbergi handrykk nr. 1. Ok. Og ég ætla að reynsa til hérna. Þessi hérna á að hætast einhver leita vegna hérna hvað sem heitir gólffæð. Það má hæta hana líka. Þessi hérna er búið að farast til, þannig að ég reyna að ljóma hana. Ég set línin á henni, svona. Og þá getur gripið hérna í punktin á henni og dreigja hann út. Svona. Mikið valiti hérna hæðina. Að samaskapi eru punktarinu, þessum grillinu, þessi sem að hætast, hætti view element. Og ég ætla þá að setja hérna málseiningu og sem að sýnir hæðina á þessu. Svona. Og var ein málseining hérna fyrir glugga líka. Hérna. Þá ætti þessi að vera komin. Ít á save. Þá áttum við bara að búa til yfirlitsmyndina hérna. Svo hérna, ég tek hérna duplicate view detailing. Renama þetta og segja þetta sé 98.01.03. Ok. Og ég ætla einfaldlega að færa þessa til hérna, ljóma hana. Ég ætla að fært hana svona niður. Og svo getið þið editera hana eitthvað þegar ég vil. Þetta er skess og þá getið þið breytt henni. Svona einhvern veginn. Og svo finish skets. Þessi er þá kominn. Þá getum við fara að búa til nýtt blað. Ég fer hérna í að hægri smelli, ný sheet. Aðtöður hérna. Og við renama hér. Og svo ætla þetta blað fyrir 03. Ok. Og þetta blað að vera 73.04.02. Ok. Og heitið hérna minni nafni ykkar ég er að skrifa með annarri hendinni ekki alveg upp hérna á að standa herbergi 2 og hérna á að standa líka grunnmynd útlit
getum við dregið inn á, það er 7304. Þetta er blaðið hérna, út í herbergi nr. 1, það er þetta hérna. Smellum þetta bara eins nálægt en við getum strax uppi. Það er grunnmynd 7304, það sé hérna. Það er þetta svo til eftir. Svo var yfirlitsmyndir 9801.03, svona. Og það er sama hérna, það þarf að færa þetta aðeins til eins og við gerum þetta áðan. Svona átti þetta að líta út. Það var bara fljótt við sögu hérna. Þetta er að gefa þessu líka nafn hérna. En við ljóum þetta, fyrir svo í Properties. Þá ætti ég að finna hérna númerið, detail númer hérna. Og þetta á að vera detail D. Og þessi hérna, þetta er með detail númer 03. Svona. Smáatriði sem er í gaugunni hérna. Við erum hér í, alternatív. Færa til punktinn hérna í síðunar. Ég get ekki nær, það gerir svona. Þessi má fara hérna í síðunar. Það er svona deactive og ég færi þetta örlítið til bara með músana. Hérna, varfatökkunum. Það er plan nr. 3, þá ætlum við að búið til plan nr. 4. Það er eitthvað new sheet, add, hérna, og ég fer hérna í, ég gæti líka að hoppa beint hérna inn í, það skiptir ekki máli. Hérna myndi ég kalla þetta 73.04.04. Smelta svo hérna á. Og hérna getum við kallað þetta herbergi 2 og 3. Grunnmynd og útlit. Svona, þið munið hérna nafnið ykkar og númerið 4, það kom sjálfkvæða hérna, flott. Og klart, byrjum bara hérna á yfirlitsmyndinni, duplicate view, detailing. Þetta er 4. Svona. Og ég ætla að færa skýið yfir þessi herbyggi hérna. Það er það sem ég er að fara að vinna með. Ég hef þetta ljóma, þá getur ég farið í skess og stekka það litið hérna. Þannig að það er náinn og yfir svæði sem við erum að fara að teikna. Svona eitthvað neginn. Það verður betra á. Þannig. Finish edit. Þá er hún bara tilbúin. Við erum að taka bara hérna grunnmynd 03. Duplicate, detailing, hérna. Það er smellum, rename. Við kallum þetta grunnmynd 4. Og þá getur ég bara að editera það. Ég dreg hérna í crop viewið og stilli þessu þannig að herbergi 3 og 4 sjáist. Þannig.
gera sama hérna. Hæta þetta hérna. Þetta er view category bara. Þetta allt þessi fyrir byrtu. Hæta view. Og það vantar hérna rúmtak. Það er hérna uppi, ég segi annotate, rúmtak hérna. Það getur smellt hérna á. Svona. Escape. Við setja málsendingu á þetta. Sýna stærðina á skápunum og staðsendingu herberginu. Nú farið hérna allan bara yfir, svona. Höldum áfram. Tökum alveg hérna út hérna. Gerum þetta bara svona. Hérna eru málin svolítið ofan hver öðru, þannig ég get, ef við ljóum þetta, dreygi hérna í bláa punktinn, þá kemur svona hjálparlína strax. Það sýnir okkur hvað er að gerast. Þetta er leið. Við bætum við, förum hérna í view og bætum við section og við hafa það undir hérna deilinu, ekki bygging, heldur deili. Og við ætlum að búa til bara að vera 1 view hérna og snúum þessu við. Hérna er pílan. Svona, við erum bara að stækka þessu hérna út fyrir. Svona, og það eru 2 svona í viðbútt. Kolont. Sem er hérna. Nei, ekki kolont fyrir gefið. Við erum í view session. Hérna er 1. Og hérna er annað. Ég ítti á enter hérna, þá endurtekur þessi skipun. Þannig að ég ekki að fylgja þessu svona einhvern veginn. Það ætlum að vera nær hérna. Má alveg slökkva á þessum kössum. Svona. Það er ágætt að velja þetta, hægri smella, go to view, sjá hvað þetta er. Þetta heitir bara detail 1 hérna, detail view. Þá getur fundið það hérna browser sem við fyrir hérna, detail 1. Og ekki bara vinna hana svo eftir. Nei, ætlum að vinna núna. Þetta er hérna útlitið sem við erum að fara að vinna með. Þetta erum að hækka hérna crop viewið. Fara með þetta í skalinn 1:20. Svona, þá má fæta þetta hérna. Og það mætti alveg málsetta þetta líka. Við ætlum að hæta þessa hérna tvo líka. Hérna er control og getur valið báðið í einu. Það hætti view. Og það vantar hérna málsynningu á þetta. Það var bara. Já, menn hérna bara. Gaf lítið crop viewið. Og
leyfa hérna þakinu þessu sjálft hérna. Þannig veit ég. Sko, þá ættum við geta gengið frá þessu síti. Þetta er númer 7304 hérna. Smellum inn á þetta yfirlitsmyndinni. Við smellum inn á þetta grunnmynd númer 4. Svona. Og við ætlum að smella líka útlit herbergi. Svo gleymdi ég að gefa þessu nafn á hann. Það var þetta. Hérna er þetta. Hérna gleymdi ég að setja nafn. Þetta hérna á að vera 73 406 útlit herbergi númer 3 afdrif númer 4. Svona. Þá getum við farið hérna inn á blaðið okkar. Dregið þennan inn á. Já, ég tók vitleysa 730406 þessi hérna. Sem ætla að fara nær. Þannig að það er búin að stilla hann af. Þá átti þetta blaðið að vera komið.
og svo detail 2 hérna. Það er spjaldið hér. Þetta er 20. Þannig er detail matchi. Svona. Smellum málsning á hann. Okay. Renamum 73, 4.09 skurður C. Látum þetta duga svona og þá getum við farið í New Sheet. Og þetta blað á að heita nummer 5, ok. Og 73.0405. Ok. Nei, hérna. Við vantar hérna yfirlitsmyndina. Duplicate detailing. Rename 98.01.05. Við gæti þá editera skessi. Skvísar svona niður, ég eyði bara út þessum auka hérna. Svona. Hér nú teikniblaðið. Til að þetta inn á. Skurðurnar eru hérna nú niðri. Skurður A. Það er skurður B. Og það er skurður C. Muni að gefa þessu nafn líka hérna inni. Ég er að gera það. Þessi nummer 2 hérna. Svona properties og þetta er sheet detail nummer A. Þessi hérna er detail nummer B. Þessi detail nummer C.
sjá hvað er að gerast hérna. Já, ég er mjög kveikt hérna. Svona, þá átti þetta að vera komið. Það voru búin að gera hérna í grunnmið 2, það voru búin að búa til svona callout sem við fundum hérna upp í vjúglugganum. Það birtist okkur hérna. Þetta sýnir okkur bara hornið á skápnum. Ég set þetta í skalan hérna mútið 2. Svona. Hérna átti að vera kaltlímingalisti og svona affellilisti. Það fara aftur hérna í þetta hérna og sjáðu. Ég smelli á þessa detail hérna og þennan hérna líka með því að halda inn í control. Þetta er svo copy to clipboard. Ég er svo inn í þetta callout hérna og segi paste. Align to current view. Svona. Kemur þetta bara sjálfkrafa hérna á milli. Síðan ætla ég að klára að búa til kaltlíminguna og ég geri það hérna. Ég nota mér hérna í annotate field direction. Þetta var búið að búa til spornpötur, kaltlímingu og skilgreinum hérna kaltlímingu og hérna í endan og hurðinni líka. Svona. Og við setjum síðan texta, það er í annotate. Setjum texta hérna. Svona og við getum þá valið hérna uppi veljið hérna texta með öðrunni hérna sagði og þá getum við búið til svona öðru við þurfum að metla tvisvar. Þú getur skrifa hérna 3 mm. Listi sama við og spónlagning og okkur hafa þetta bara 2 mm þetta eftir. Ok. Við getum bætt líka við sem sagt örfum. Hýta hérna modify og ljóma þetta aftur. Þá kemur hérna möguleiki add left side straight leader. Þá kemur öður hérna auka og við getum náði hana og láta hann benda þinn hérna kaltlíminguna. Þessi test er kominn. Það er eitthvað hérna og rýna með þetta. 73 05 02 01. Svona. Við skulum svo fara hérna í browserinn og smella hérna á skur A bara. Ég vil að duplicate þann. Duplicate view í detailing. Svona og setjum hann í 1:500 og kemur þetta alltaf hjústórt. Við erum að búa til
IDV category hérna og aftur hérna IDV category svona Kallum þetta hérna rename 73.04.13 ok og svo fyrir aftur hérna í skurða skulum duplicata þetta bara setja þetta í skalan 1/2 og við skulum zooma okkur hérna niður á skúffuna við hérna svona og svona og við getum smellt hérna á sem við velta eitthvað viewbreak svona og búið til sikkoran gluggann og ég get fært hann hérna eins og aðeins út og hérna ég fór aðeins og hratt smetla á þetta og píla hann hérna við getum fært hann hérna nær hvor öðrum taka þessa hérna bara og náttúrulega hverfa og þetta hitting line og þetta fine og ég ætla síðan að nota Fill Direction til þess að búa til kantlímingar svona finish og þá get ég kópera hana í milli sem ég hérna hakaði multiply sett hana á toppana þar sem ég vil hafa hana hérna og hérna niðri það ætla að færa hana hérna upp ná líka að vera hérna undir og hérna undir og hvað vantar sér hérna á hóðni hér, smellinni hér rotate færi til svona tjúk og svo niður svona þurfum ekki að hafa þetta í baknum síðan fer ég aftur í Fill Direction vel heitan timbur og teikna það ofan í allar spýtunni svona þegar þetta verður að koma hérna ég hoppaði hrætt yfir sögu og þá bara hérna marsónið hérna aftan á þannig að ég má alveg fara út fyrir crop view hjá okkur það er það og þá skerða sig einhvern veginn svona lítur þetta út og við setjum smá málsynningar á þetta til þess að skýra þetta
Þá ætti þetta að vera úr skýrt og fínt. Svo gefa þessu heiti. Verður rename. Þetta heitir 73.05.01 Bandrik A. Þetta OK. Aðeins minnka hérna. Session boxa. Svona. Það ættum við að geta sett þetta inn á teikninguna. Og við gerum sama hátt á þann. Hægri smellum hérna. New sheet. OK. Og rename með þetta. Plasma 06, ekki 07 eins og þetta fyrirmyndinni. Heldur 06, 73.05.01. OK. Zooma hérna inn á. Gef þessu líka nafn. Sérhlutar í grunnmynd og sneiðingu. Munið að setja nafni eitthvað hérna. Svona. Og þá getum við hreinlega að fara bara að draga þetta inn á. Eins og við gerum áðan. Nú þurfum við að minnka þetta hérna. Þannig að það er hingað. Svo þess að passa inn á blaði okkur. Þannig. Litla sneiðingin er hérna. Það er hérna fyrir neðan. Þetta notaði ég örvarhnappinn. Og síðan er það yfirlýsmyndin. Já, byttum við. Nei, það var ekki þessi hérna. Vorum við hérna niðri, 73.04.13. Vorum við með sem yfirlit. Já, hún er svona pínulítil. Hún má alveg stækka, hún má alveg vera í 1/100 jafnvel. Nei. Já, 1/100 má við. Farum við niður, svolítið hérna fyrir utan. Hér hérna í. Úps, við þetta blábandinn. Ég held að segja að við leitum átti 50. Það blæði, svona bara. Þetta er. Það var þetta komið. Ég ætla að stoppa myndbandi núna. Ég ætla að sýna okkur svo í næsta myndbandi hvernig maður gerir. Notar hérna kameran til þess að taka myndir af innendingunum.